Gunnar Tómasson, hagfræðingur, fullyrðir að myntkörfulánin séu ólögleg og þeir sem tóku slík lán eigi rétt á skaðabótum vegna þeirra. Gunnar, sem vill að gjaldeyrishöftin verði afnumin strax á morgun, verður gestur okkar síðar í þættinum. Myntkörfulánin eru ólögleg og þeir sem tóku slík lán eiga rétt á skaðabótum vegna þeirra. Ef ekki gert ráð fyrir þessum skaðabótum í uppgjöri skilanefndana og kröfuhafa gömlu bankana, tapa þeir Íslendingar sem tóku myntkörfulán samtals 200 milljörðum króna. Þetta fullyrðir hagfræðingurinn Gunnar Tómasson sem í aldarfjórðung starfaði fyrir Alþjóða gjaldeyrissjóðinn og Gunnar vill að gjaldeyrishöftin verði afnumin strax á morgun en jafnframt að sett verði neyðarlög sem felli verð og gengistryggingar ákvæði allra lána úr gildi. Og Sigmar ræddi við Gunnar fyrir í dag. Gunnar, verður velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Ég ætla nú að ræða við þig eitt og annað. Mér langar samt að byrja svolítið á einu vegna þess að nú er verið að semja það hvernig eigi að fara með verðmæti á milli skilanefndana og gömlu bankana. Já. Og þér finnst mjög brýnt að það sé tekið tillit til þeirra rófur sem með myntkörfulánin í þeirri skiptingu. Allir getur útskýrt aðeins hvað þú átt við með því og af hverju þú hefur áhyggjur? Já, málið er að þau lán sem að eru kölluð gengistryggð, höfuðstóllinn færður upp miðað við breytingu á dagsgengi erlendra gjaldmiðla og það er samkvæmt lögum númer 38/2001, 13. og 14. grein ólöglegt. Og í 17. og 18. grein sömu laga segir að lánveitandi sem að brýtur gegn þessu ákvæði skal sæta sektum nema önnur strangari viðurlög séu tilgreind og skapi sér leið skaðabótaskyldu gagnvart lántakanda sem að í þeirri upphæð sem hann hefur ranglega á honum tekið. Og ég skilgreini þessa ranglegu upphæð sem uppfærslu á höfuðstól gengistryggðra lána eða myntkörfulána í hlutfalli við breyting á dagsgengi viðkomandi gjaldmiðla. Þetta er augljóst brot á lögunum og ef að gert upp við kröfuhafa, til dæmis Kaupþing, það var fréttunum daginn að skilanefnd Kaupþings og hafði náð samkomulagi við kröfuhafa Kaupþings hvernig þetta að gera upp þrotabú gamla Kaupþings. Þar eru skuldir og þar eru eignir á móti. Á eignarhliðinni eru meðal annars þessi lán sem eru uppfærð miðað við breyting á dagsgengi frá þeim tíma sem að þau voru veitt. Þarna að ræða ólöglega uppfærslu á höfuðstóli láns sem að þessi samningur, ef ég skil það rétt, tekur inn í dæmið eins og væri að ræða löglega upphækkun. Ef að það hins vegar, ef að dómstólar koma síðan að þeirri niðurstöðu sem að ég tel nauðsynlegt að verði gert, að hér sé að taki málið til meðferðar og ef þeir komast að þeirri niðurstöðu sem ég tel að augljóst þeir komist að hér sé ólöglega uppfærslu höfuðstóls skulda að ræða, þá hefur gamla Kaupþing skapað sér skaðabótaskyldu gagnvart lántakendum sem jafngildir uppfærslunni. Ef að ekki tekið tillit til þessara skaðabótaskyldu, þá er nettó eignastaðan, hreina eignastaðan sem að verið að deila núna með kröfuhöfum, hún er of metin jafngildi þessarar ólöglegu upphækkunar höfuðstóls á gengistryggðum lánum. Ef það ekki tekið tillit til þessu og ef þetta stendur nú allt sem þú ert að segja, hvað gerist þá ef að kemur í ljós að þessi lán eru ólögleg? Það búið að semja við kröfuhafana. Í hvaða stöðu eru þá íslenski skuldarar? Þeir eru í slæmri stöðu. Það er búið að brjóta á þeim lög og lögin, þessi sem ég tilgreindi, kveða á það að það þurfi að bæta þann skaða. Ef að þrotabúið eru búið að borga út allar eigur sínar í uppgjöri við kröfuhafa, þá er ekkert eftir til þess að gera upp kröfur þeirra sem eiga skaðabót inni hjá gamla Kaupþingi. Lántakendur eru eiginlega kröfuhafar. Þeir ættu að vera í hópi kröfuhafa og segja að hér eru að ræða skaðabótaskyldu ykkar. Við eigum kröfu á þrotabú gamla Kaupþings vegna þessa og það þarf að taka tillit til okkar þegar gengið frá uppgjöri við kröfuhafa á gamla Kaupþing.
Ertu bjartsýnn á að það verði tekið tillit til þessara hluta? Hefur komið þessari skoðun þinni til dæmis á framfæri við þá sem að véla til íslenska stjórnvalda og annara? Ég hef gert það og ég alveg viss það þegar við horfumst í augu við vanda á svona þessari stærðargráðu, þá alveg frumskilyrði að við förum að lögum. Það bara frumskilyrði. Ef við gerum það ekki, þá erum við ekki réttaríki. Þú hefur verið að fylgjast með því hvernig endurreisnin hefur gengið fyrir sig. Það næstu því árliði frá hruninu. Erum við að feta rétta brauta þínu mati? Við erum í þessu samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem þú þekkir nú með þetta vel. Erum við að fara rétta leið? Já og nei. Það eru margir hluti sem hefur þurft að gera sem hefum gert og gert rétt. Það vantar hins vegar heildarsýn, finnst mér, á hvernig allir hlutir eru síðan settir í samhengi og þú gerir þar ráðstafanir sem það þarf að gera til þess að heildarpakkin gangi upp. Og það dálítið sláandi að á sama tíma og bankahrunið verður og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur hér upp með sendinefnd, þá lýsir Alan Greenspan, fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna, því yfir í bandarískri þingnefnd 23. október 2008 að sú hugmyndafræði sem að hann hefði byggt á sína hugsun peninga um 40 ára skeið hefði hrunið. Gjörvallur hugmyndafræðilegi grundvöllurinn hrundi saman sumarið 2007. Þessi sami hugmyndafræðilegi grundvöllur grundvöllur þeirra sem að koma hingað í nafni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í október 2008. Þeirra aðferðafræði byggir á hugmyndafræði sem hrunin. En þeir voru ekki tilbúnir þá að gera þær breytingar sem að þurfti á aðgerðaráætlun stjórnvalda. Ég var alltaf að vonast til að það myndi koma þá fram við endurskoðun á aðgerðaráætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og stjórnvalda, betri skilningur á því, til dæmis sérstaklega gagnvart vöxtum og háum stýrivöxtum í Seðlabanka og gjaldeyrishöftum. Ef við menn muna það að í október 2008 þá var það frumskilyrði af hálfu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að Seðlabankinn hækkaði stýrivexti úr 12% í 18%. Það í samræmi við þessa gömlu fræðikenningu sem að Greenspan lýsti að hefði hrunið. Og það þessi gamli hugmyndaheimur endurspeglast líka í þeirri hugmynd sem að ég get ekki skilið. Að það sé eitthvað nauðsynlegt í okkar aðgerðaráætlun að taka nokkura milljarða dollara lán til þess að leggja inn á banka í New York. Til hvers? Jú, aðferðafræðin segir, með þessu getum við eflt traust útlendinga á íslensku krónu. Þetta gjaldeyrisforðinn okkar? Gjaldeyrisforðinn okkar og með því að hafa stóran, þó við þurfum að fá lánaða peninga til að byggja þetta upp, þá einhvern veginn sköpum við traust útlendinga á krónunni og þarna farið alveg rangt að mínu viti. Traust á krónunni byggist á einu og það það að íslenskum peningamálum sé stjórnaði viti. Þeim hefur ekki verið stjórnaði viti svo lengi sem ég hef fylgst með og ég 69 ára. Þú ert að gagnrýna þessa háu vexti. Við erum búin að vera með gjaldeyrishöft hér í nokkuð tíma og það svona umdeilt hvort það sé eitthvað víti eða haldi þeim eða ekki. Þú vilt afnema þau, útskýru hvernig hægt að gera það svona einu bretti án þess allt fari hér í kalda kol? Þarna verður að koma til þessi sem sé taka heildarmyndin inn í dæmið. Forsenda þess að ég segja að þau þurfa að afnema gjaldeyrishöftin að þau eru gaggjart sett á til þess að halda inni hér í bankakerfinu, fjármálakerfinu, 100 milljarða króna sem erlendir og aðrir aðilar eiga hér og vilja gjarnan taka út úr landinu. Þeir vilja ekki eiga þessar peninga hér inni, þeir vilja taka það út. Meðan að við erum í varnarstöðu, og Íslands stjórnvöld eru í varnarstöðu gagnvart þessum peningum, að halda erlendum krónueigandum ánægðum og halda þeim lokuðum hér inni, þá verður beinist athygli okkar fyrst og fremst að því hvernig getum við komið í veg fyrir að þessir aðilar verði óhamingjusamir og gera eitthvað peningarna sína. Takið það út. Við höfum höftin, þá fara þeir í kringum höftin
og gjaldeyririnn skilar sér ekki inn og krónan heldur áfram að vera veik. Ég vil leggja til, og þetta róttæk hugmynd, afnema öll gjaldeyrishöft á morgun. Ég nota það sem fyrst. Og láta gengið taka skellinn. Menn sem að vilja fara út með 100 milljarða fá ekki gjaldeyri á ríkjandi gengi, heldur kannski borgaður útgangurskatt í mynd gengislækkunar upp að kannski 20, 30, 40%, ég hef ekki hugmynd. Maður getur ekki satt fyrir það nákvæmlega hvernig þetta verður. Það má líklega hrynja gengið. Það má hrynja. Skammastund meðan að verið að hreinsa út þessar eftirstöðvar frá fyrir tíð. Hinn kosturinn sá, og það það sem ég hræddur við. Ef að þú heldur áfram þessari hugmyndafræði og tekur stór gjaldeyrislán, þá með það skeið hér sem skeið í Rússlandi þegar að alþjóða gjaldeyrisjóðurinn kominn þar. Þeir veittu þeim, man nú ekki hver upphæðin var á láninu, og daginn eftir var gjaldeyrislánuð uppurið, peningarnir komnir inn á reikning kleptókrata í Sviss og genginu var haldið föstu, peningarnir streymdu út og það var eiginlega á sólarhring sem að alþjóða gjaldeyrisláni hvarf úr landi. Hér segja menn að það á ekki að nota þessa peninga til þess að fjármagna fjármagnsflótta. En í hugmyndafræðinni þá gjaldeyrisforðin notað til að jafna sveiflur. Og það alveg eins víst eins og sólin kemur upp á morgun að ef að verður útstreymi af gjaldeyri vegna fjármagnsflutninga þá þar komið sveifla sem eðlilegt að nota hlut af gjaldeyrisforðanum til að standa á móti. Við að greiða niður fjármagnsflótta af Íslandi. Við þurfum að hafa sterkara gengi en að láta þá sem að eru höfuverkur okkar í dag njóta þessa sterka gengi sem vitleysa. Nú, þá kemur sem spurningin, af hverju fer ekki allt í kalda kol? Þetta myndi til dæmis hafa gríðarlega áhrif á húsnæðisskuldbindingar fólks? Algjörlega. Verðtryggðu lánin, myntkörulánin, allt. Þess vegna verður að horfa á hina hliðina á málinu sem við settum hérna neyðarlög í október sem að breyttu ríkjandi forsendum með margar hluti. Ég vil, og það liður í því sem ég að tala að stjórnvöld setja á neyðarlög og taki verðtryggingu og gengistryggingu úr sambandi. Á þeim tíma allavega sem að að ræða þessa aðlögun að nýjum forsendum á þeim tíma sem að það tekur að hreinsa út þessar eftirstöðvar. Jöklabréfin og það allt. Já, þegar að það farið út, þá mun gengið leita þess jafnvægis sem að eðlilegt. Við tökum sem sé á 5 eða 6 mánaða fresti aðlögun sem skörp, sem að ella tæki 5 eða 10 ár. Við ekki, þessi peningar verði ekki helt leiliðar. En varla þetta svona einfalt vegna þess að einhverju tap á þessu, þú vilt taka vísitölun og samband og annað rétt á meðan, en það þýðir væntanlega það að lífeyrissjóðir, bankarnir, ríkið, allir lánveitendur hljóta að vera að tapa þá gríðarlegum fjármunum á móti, það ekki? Jú. Ég var að lesa í dag að 13.000 milljarðar dollara hafa gufað upp í bandaríska fjármálakerfinu í þessari kreppu. Við getum ekki hugsað heildstætt viðfangsefnið og gert ráðstafanir sem eru róttækar ef við höfum alltaf áhyggjur af því að hagsmunir sem að menn hafa náð að verja með einu eða öðru móti skaðist við það. Það eru hagsmunir á hina hliðina, fólk sem að missa eignir sínar og sagði mér maður daginn sem að tók 23 miljóna lán mitt sumar 2007 til að kaupa eign sem að kostaði 55 miljónir. Þau hjónir lögðu inn sem sé helmingamóti láninu. Þetta var myntkörfulán og núna stendur höfuðstóllinn í 58 miljónum og eignarverðið þau lækkað. Þau hafa tapat helmingnum af sinni eign og síðan það ekki þá þarflegandi einhlítt með það að það sé einungis þeir sem að lánuðu þeim þessa peninga sem hafa tapað. Og þarna bara verið að gera, númer 1, að myntkörfulán ólögleg.
Þannig að menn sem að hafa haft hag af því að brjóta lög á lánveitendum hafa enga kröfu, réttlætiskröfu til að frábiðja sér þess að gengisvísitalan verði, að gengistrygging verði tekin úr sambandi. En eins og ég segi, hér erum að ræða róttæka hugmynd og með afnám hafta og fjármagnsflutninga og að taka vísitöluna og gengistryggingu úr sambandi ákveðnum tíma. En ég sé þetta sem upphafsleik í heildar endurskipulagningu á banka- og fjármálakerfinu á Íslandi. Þetta ekki, við erum að reyna núna með aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að vekja aftur til lífs kerfi sem að gerða okkur koll. Já. Þú hefur verið talsmaður þess sem að margir vilja ekki heyra minnst á, að það verði farið í einhvers konar leiðréttingu á öllum skuldbindingum og skuldum, húsnæðisskuldum heimilana. Já. Það algjörlega nauðsynlegt og til peningur til að gera þetta? Vegna þess að rökin á móti alltaf þau, einhver þarf að borga fyrir þetta kostar fleiri 100 milljarða. Til peningur fyrir svona almennri niðurfellingu eða niðurfærslu eða leiðréttingu skulda, hvaða nafn nú sem við viljum notum þetta? Ég held að við séum með minni vanda en menn hafa gert sér grein fyrir áður, eins og við nefndum í upphafi, sem skaðabótaskylda gömlu bankana. Alla lánastofnanir, hverju nafni sem nefnast, sem hafa lánað gengisbundin lán, hafa skapað sér skaðabótaskyldu samkvæmt lögum. Og það ekki neinn forsenda til að annað en að þau standi við sína skaðabóta kröfur. En þó að þetta verðtryggðu lánin? Verðtryggðu lánin eru erfitt mál að fást við. Ekki að það skipti máli þessu augnabliki, en ég, þegar það var tekið 83, tekið af verðtrygging á launum og verðtrygging lána og látið standa eftir. Ég skrifaði góðum vinnum mínum hér í hátsettum í kerfinu. Þetta verður mestu hagstjórnarmistök frá upphafi lýðveldisins. Það erum við að sjá núna. Ef að íslensku krónunni stjórnaði viti, þá þarf ekki verðtryggingu. Við þurfum ekki evru til þess að geta haft gjaldmiðil gagnvart heiminum. Við þurfum krónu sem stjórnaði viti. Leið og við erum búin að taka í burtu þessar innistæður sem eru hér frá fyrirtíð og koma á vitrænni stjórn peningamála á Íslandi, þá krónan jafn góð eins og næstu gjaldmiðill. Við þurfum ekki evru, við þurfum barasta að stjórna peningamálum að viti. Verðtrygging ekki af Guði gerð. Hún er mannanna verk til þess að bæta upp vankanta á peningastjórn. Og ef að vankantarnir eru sniðnir af, þá þarf ekki bótina. Ef þú horfir svona kalt yfir sviðið núna, bara örstutt í lokin, ertu bjartsýnn á að við förum að sjá til lands í þessu öllu? Það er svo misjafnt hvað menn segja, sumir segja að þetta fyrir bara strax að skána hérna ástandi á næsta ári, meðan aðrir að tala ár og jafnvel áratugi. Hvenær erum við komin? Ég er mjög bjartsýnn á Ísland. Það þarf hins vegar að stýra rétta leið. Og rétta leiðin að koma vöxtum í skikkanlegt horf, afnema þessi gjaldeyrishöft sem að trufla alla eðlilega efnahagsstarfsemi á landinu. Ef við gerum það og komum síðan vitrænni stjórn á peningana, og þá á ég við bæði í Seðlabanka og Fjármálaeftirliti, þá erum við á góðri leið og ég hef engar áhyggjur af því að börn okkur og barnabörn munu eiga góða dag á Íslandi. Gunnar Tómasson, takk fyrir að koma. Mér var ánægjan.